síðar og tökum fyrir umræðu bætt starfsumhverfi kennara og aðgerðir til að auka nýliðun í stéttinni. Boða borgarfulltrúar bókun undir 1. dagskrárlið. Þá áskilja allir flokkar sér að gera áskilja sér rétt að bókun undir 1. dagskrárlið, en eins og ég sagði áðan göngum við til annars dagskrárliðar og þá borgarfulltrúi Skúli Helgason fyrstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta að mínu mati mjög mikilvæg umræða eitt stærsta og kannski afdrifaríkasta verkefni í menntamálum þjóðarinnar til næstu ára, sem að tryggja eðlilega nýliðun í kennarastétt á öllum skólastigum. Verkefnið að gera kennarastarfið eftirsóknarverðara í augum ungs fólks sem að velja sér starfsvettvang og ná samstöðu leiðir til að bæta starfsumhverfi kennara í skólum landsins. Tilefnið ekki síst það að við lögðum fram í skóla- og frístundaráði á síðasta fundi tillögu að við myndum, borgin þar að segja, taka af skarið og efna til formlegs samstarfs við félög grunnskólakennara, háskóla og mennta- og menningarmálaráðuneyti þar sem verkefni væri að móta sameiginlega tillögur aðgerðir til að styrkja faglega stöðu grunnskólakennara og gera kennarastarfið eftirsóknarverðara. Og verkefni okkar á vettvangi borgarinnar þetta að fjölga kennurum bæði í leikskólum og grunnskólum og við viljum setja þetta mál í formlegan farveg með þessum hætti. Markmiðið það að ungt fólk í Reykjavík sækist eftir því að starfa sem kennarar í leik- og grunnskólum borgarinnar og því starfið sé gefandi og mikilvægt, sem það sannarlega og það séu greidd sanngjörn laun sem að standist samjöfnu við kjör stétta með sambærilega menntun og starfsumhverfi sé gott og stöðugt. Reykjavíkurborg tók þátt í því með öðrum sveitarfélögum að stíga mikilvægt skref í þessa átt með kjarasamningum sem gerðir voru 2014 við félög grunnskólakennara og leikskólakennara. Þar voru gerðar verulega leiðréttingar á grunnlaunum að kröfu félagana gegn ýmiss konar breytingum á vinnutillögun og þær skiluðu því að launabil gagnvart samanburðarstéttum minnkaði verulega. Ég tel að það sé ekki ágreiningur þetta. Hins vegar hefur þetta ekki skilað sér í fjölgun þeirra sem sækja í námið sem skyldi og nýliðunarvandinn því verulegur. Það var nýlega komið fram á sjónarsviði mjög athyglisverð gögn sem að varpa ljósi á þennan nýliðunarvanda í grunnskólunum sérstaklega og vil ég þar nefna til sögunar rannsókn Helga Eiríks Eyjólfssonar félagsfræðings og meistaranema við Háskóla Íslands, en rannsókn hans fjallar lýðfræði grunnskólakennara. Í þessari rannsókn kemur meðal annars eftirfarandi fram að á árinu 2011 hafi verið rúmlega 9.300 manns á Íslandi með réttindi grunnskólakennara. Það sem athyglisvert hins vegar að innan við helmingur þeirra, eða 48%, voru hins vegar starfandi grunnskólakennarar á þessum sama tíma. 2/3 þeirra sem ljúka námi í kennaranámi á Íslandi hefja störf við kennslu á fyrstu 7 árum eftir útskrift, þar að segja 1/3 hverfur til annarra starfa strax að námi loknu. Og af þessum 2/3 sem að hefja kennslustörf að námi loknu þá hætta rúmlega 30% innan 7 ára. Á næstu 15 árum stefnir í að grunnskólakennurum fækki 22% í landinu á sama tíma og spáðir 15% fjölgun nemenda í grunnskólum. Á síðastliðnu ári útskrifuðust 87 með réttindi grunnskólakennara en til að mæta nýliðunarþörfinni þyrftu útskriftir á hverju ári að vera í kringum 200. Það sem þó jákvætt við þessa staðreynd að útskrifum grunnskólakennurum þrátt fyrir alltaf fjölga á undanförnum 4 árum, því árið 2012 voru þeir einungis 32, 45 árið 2014 og síðan 87 í fyrra. En betur má ef duga skal og það liggur fyrir að eftir að kennaranámið var lengt í 5 ár, árið 2008, þá hefur aðsókn að kennaranáminu hrunið. Og vantar mjög mikið upp á að nægilega margir útskrifist sem leikskóla- og grunnskólakennarar til að uppfylla nýliðunarþörfina í skólum landsins. Þessu til viðbótar sjáum við í viðhorfskönnunum meðal kennara bæði innlendum og erlendum að það eru ýmis atriði sem að kennarar telja að leggja þurfi meiri áherslu á í menntun og starfsþróun kennara. Nefnt hafa verið atriði eins og kennsla nemenda með sértækar námsþarfir, mismunandi leiðir í foreldrasamstarfi, aðferðir við jákvæða bekkjastjórnun og fleira.
Ég tel mjög brýnt að háskólarnir séu reiðubúnir að gera nauðsynlegar breytingar á inntaki kennaranámsins þannig að það geri nýútskrifuðum kennurum betur kleift að sinna sínu starfi með sóma á vettvangi. Og það er ekki síst af þessum ástæðum sem við biðlum til háskólana að koma með okkur í þetta samstarf. Eitt af því sem sérstaklega þarf að skoða er vettvangsnámið og hvort ekki megi ná samstarfi við háskólana, bæði hér Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, að kennaranemar sem komnir eru vel áleiðis í náminu taki eins konar kandidatsár, eins og við þekkjum úr heilbrigðisvísindunum, hálft ár eða heilt á launum sem verði skilgreindur og metinn hluti á náminu og styrki þá nemendur, gefi þeim bæði tækifæri til að nýta menntun sína í starfi og gefi þeim raunsanna mynd af starfinu. Höfum í huga að ef svo fer fram sem horfir og við gerum ekki neitt, þá mun einstaklingum með réttindi grunnskólakennara fækka úr 9.300 í rúmlega 7.000 eða 25% á næstu 15 árum og síðan meir en helming þegar komið fram á miðja öldina. Þá verður fjöldi grunnskólakennara kominir í tæplega 3.800. Samandregið þá sjáum við að þetta er einfaldlega framtíðarsýn sem að við getum ekkert horft fram á að verða veruleika. Við þurfum að grípa tafarlaust til aðgerða og það er þess vegna sem við lögðum fram þessa tillögu sem ég nefndi í upphafi, þar sem við segjum ríki og borg þurfa að taka höndum saman með félögum grunnskólakennara og háskólunum í landinu til að snúa hér við blaðinu, snúa vörn í sókns og munar og tryggja að við fáum öfluga og vel menntaða kennara til starfa í skólum borgarinnar og landsins til að fylla skörð þeirra sem láta af störfum vegna aldurs á komandi árum og áratugum. Eitt af því sem við þurfum að ávarpa í þessari vinnu er sjálfsmynd kennara, viðhorf þeirra til starfsins og vinnustaðarins. Umræðan, ekki bara hér á landi heldur víða erlendis, er of neikvæð kennarastarfið. Of margir tala starfið niður og því hefur verið haldið fram að ein ástæða þess hve margir ungi kennarar hætta störfum innan fárra ára og frá því að þeir hefja störf sé einmitt þessi, að umræðan á kennarastofunni og starfsandinn á vinnustaðnum sé neikvæð og niðurdrepandi. Við þurfum að greina ástæður þessa og grípa til aðgerða til að kennarar geti verið ánægðir og stoltir af sínum störfum. Þetta er svo sem ekki einsdæmi og það kom fram í kynningu sem við fengum á fyrrnefndri meistararitgerð á fundi skóla- og frístundaráðs að svipaða þróun, neikvæðni í garð kennarastéttarinnar, neikvæða sjálfsmynd megi greina í öðrum löndum á Vesturlöndum, bæði vestanhafs og einhverju leyti líka í Evrópu, þar á meðal á Norðurlöndunum. Noregur var nefndur sem dæmi. Áhersluatriðin í tillögunni sem að við kynnum hér eru þessi sem ég hef nefnt, að auka nýliðun í stétt grunnskólakennara, að bæta starfsumhverfi þeirra, meðal annars með vísan til lýðheilsumarkmiða borgarinnar og efla kennaramenntun þar með talið vettvangsnám. Við viljum sérstaklega rýna hvernig við náum til baka, ef svo má segja, þeim einstaklingum sem hafa aflað sér tilskilinna menntunar, eru með kennsluréttindi en hafa valið sér annan starfsvettvang. Við munum leita eftir því að fá skipaða í þennan starfshóp fulltrúa frá Kennarafélagi Reykjavíkur, Félagi grunnskólakennara, Háskóla Íslands, þar með talið menntavísindasviðs, mennta- og menningarmálaráðuneytinu, auk fulltrúa úr skóla- og frístundaráði. Verkefni verður auðvitað meðal annars, og rétt að viðurkenna það, að líta í eigin barm. Hvað getum við gert, Reykjavíkurborg, til þess að gera störf kennara í leik- og grunnskólum eftirsóknarverðari? Hvaða hvata sjáum við fyrir okkur í þeim efnum, varðandi starfskjörin, varðandi starfsumhverfið? Getum við gert betur varðandi til dæmis námsstyrki sem við höfum innleitt í áföngum á undanförnum 2 árum? Er þetta byggja einn hvata í formi heilsueflingar, samgöngustyrkja, stytting vinnuvikunar hefur verið nefnd og það er áhugavert að fyrsti leikskólinn er að fara inn í það verkefni núna næstu mánaðamót. Og síðan eru þættir sem að ríki hefur á sínu forræði og einnig hafa verið nefnd í umræðunni. Kemur til greina að hækka námsstyrki eða taka upp sérstaka hærri námsstyrki til kennaranema en annara hjá LÍN, hvað með skattafrádrátt og svo framvegis. Ég vil geta þess að við munum flytja sambærilega tillögu varðandi leikskólakennara á næsta fundi skóla- og frístundaráðs í næstu viku. Þar er sömuleiðis mikil þörf fyrir nýliðun og reyndar hreina fjölgun leikskólakennara en það hefur komið fram í umræðunni og byggir á niðurstöðum starfshóps mennta- og menningarmálaráðuneytis frá 2013 að það vantaði 1300 leikskólakennara á landinu öllu til að uppfylla ákvæði laga lágmarksfjölda leikskólakennara. Við eigum sem betur fer góðar fyrirmyndir sem við getum litið til
til dæmis í Kanada og Finnlandi þar sem kennarastarfið þykir eitt það eftirsóknarverðasta sem völ á vinnumarkaðnum. Þar eru kennarar mikils metnir, launin eru sanngjörn og hæfustu námsmenn á hverjum tíma sækjast eftir því að komast í kennaranám. Mun færri komast að en vilja, rétt rúmlega 1 af hverjum 10 umsækjendum. Í Finnlandi mikið lagt upp úr fagmennsku kennara, öflugri starfsþróun, teymiskennslu og jafningjafræðslu og vörður staðinn sjálfstæði og frumkvæði kennara í starfi. Allt eru þetta atriði sem við þurfum að hafa í huga í þessari vinnu þegar við setjumst að borðinu með fulltrúum kennara, háskólunum og ríkinu. Ég hlakka til þessara vinnu og ég geri mig góða vonur það að við getum náð þar saman raunhæfar aðgerðir sem að færi okkur nær því marki að störf kennara verði metin að veruleikum í okkar samfélagi. Mikilvægi þeirra óumdeilt og við þurfum að sýna það í verki. Nú borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu, en þá ekki fleiri hvatt sem hljóðs. Jú, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Frú forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni og borgarfulltrúum meirihlutans fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta sé til umfjöllunar en saknaðist raunverulega að þetta hafi ekki komið miklu fyrr, því þetta nú eitt af því sem talað sem markmið í samstarfssáttmála meirihlutans undir skólamál, að það einmitt hvernig megi auka fjölbreytileika með mannrétt og gera kennarastarfið eftirsóknarverðara. Þannig að nú eru komin 2,5 ár inn í kjörtímabilið og við erum að byrja þessa vinnu núna. Á borgarfulltrúi Framsóknar og flugvalla, eða varaborgarfulltrúi Framsóknar og flugvallavinna sem situr í skóla- og frístundaráði hefur farið yfir þá með okkur þær vangaveltur og í samræmi við bókun sem hún lagði fram á sviðinu, sem að raunverulega setur fram mjög áhugaverðar spurningar sem að ég myndi vilja fá enn og aftur svör við og hvort sem að það sem að veldur upp núna í því að fara að staðið með þessa vinnu hvað það sem að veldur. Og við þurfum að líta í eigin bar. Ég held að svari liggi náttúrulega fyrst og síðast í því að þetta náttúrulega allt of lág laun sem að þarna eru borguð. Það ekkert endalaust að vera með eitthvað svona kvennaviðmið af því að konur sem fylla þessa stöðu meira og minna að þær alltaf tilbúnar að gera allt fyrir hópinn. Það nú bara dálítið svona hugmyndafræðin sem okkur, þessar staðalímyndir sem okkur konum hefur verið innprentað. Þannig að ég vona að mannréttindastefna Reykjavíkurborgar fái skemmtilega vinkil þarna inn. Þannig að launin of lág, en við hækkum þau örugglega ekkert mjög mikið, þannig að við þurfum að hafa einhverja aðra gulrætur í veganakstri. Það ekki hægt að bjóða fólki upp á þessi laun og vera síðan með óheyrilegt vinnuálag. Og það má alveg spyrja sig í ljósi þessarar skýrslu sem að lagði fram, eða þetta var nú meistaraprófsverkefni sem sagt svona stærð og samsetningu lýðfræði grunnskólakennara. Þá má spyrja sig hvort að sú stefna skóla og aðgreiningar hafi valdið bara óheyrilegu vinnuálagi á þann hóp kennara sem enn þó að störfum. Men það jú ástæður fyrir því að brottfalli svona mikið. Ég held að mjög margir hafi í sér þá von og þrótti brjósti að vilja verða mentorar, að láta gott að sér leiða í kennslu og uppfræðslu ungmenna, opna glugga og hjálpa til við víðsýni og leitin að lífshamingjunni. Getur verið að við sem höfum nauðsynlega þurft að taka ákvarðanir niðurskurð höfum valdið því að of mikil miðstýring yfirstjórnunar eigi sér stað, of mikil miðstýring menntamálayfirvalda
Viljum við hafa lýðræði og sjálfstæði og sjálfræði virt á öllum stöðum nema í grunnskólunum? Við höfum velt upp spurningum eins og takmarkaða möguleikar á endurmenntun sem náttúrulega það sem borgarfulltrúi Skúli Helgason kom hérna inn á og félagslegt andstreymi. Það hefur borist mér til eyrna að minnsta kosti og ekki bara á Reykjavík, ég skal alveg viðurkenna það er í nærliggjandi bæjarfélögum. Bara töluvert einelti af hálfu kennarastéttanna í garð hvors annars. Ekki veit ég hver ástæðan er fyrir því að fólk upplifir það eða það sé staðreynd, en engu að síður félagslegt andstreymi í starfi. Nú andlegt álag og áhrif skólakerfisins. Ég kem aftur inn á varðandi óheyrlegt vinnuálag að það tengist alltaf samsetning nemenda hópana og ef það verður haldið áfram með þá stefnu og við ætlum ekkert að skipta kúrs í því að vera með skóla og aðgreiningar, þá er klárlega uppi skortur á stuðningi og sérkennslu. Hversu mörg börn eru á biðlistum og hvernig gengur okkur að fá inn kennara til að sinna þessum hópi, þessum viðkvæma hópi. Sumir hefðu, og ég átta mig, það er svolítið erfitt að átta sig á hvort að við séum svo þroska þjálfa félagsfræðinga starfandi jöfnum höndum eða jafnvel meira inni í grunnskólakerfinu heldur en nú er. Nú, við teljum að þessi skortur að einhver leyti, eða það við velta því upp hvort þessi skortur á jákvæðum samskiptum innan stofnunar, hvernig skólastjórnendur eru valdnir, hvers konar stuðning þeir fá frá sínum, bara í að vera stjórnendur. Það að vera góður kennari felur ekkert endilega í sér að vera góður stjórnandi. Og þannig og síðan ekki síst eins og ég sagði upphafi að þá er náttúrulega launa og kjaramálin. Þetta virðist vera sem að kennara séu störfum hlaðnir í dag og þær vinkonur mínar sem að völdu sér að verða kennarar starfa ekki við það í dag, því miður. Nema ein sem reyndar farin að kenna upp í háskóla. Það er ljóst að það eru margir kennarar, það eru mjög örskipti. Sonur minn til dæmis sem er núna í 7. bekk og byrjaði í 5. bekk í skólanum. Ég held að það sé búin að skipta 4 sinnum umsjónarkennara eða aðalkennara á miðstigi. Og það er mjög ört þegar er verið að skipta kennara einu sinni eða 2 svar á skólaári. Og öll samfella og eftirfylgni og ægi og kærleikur sem á að myndast eftir langa veru í skólanum, hún næst ekki að byggja upp. Þannig ég tek algjörlega undir þær áhyggjur sem upp hafa komið hjá meirihlutanum. Það er alveg ljóst að þessar áhyggjur þær voru til staðar í upphafi kjörtímabilsins. Og ég held að borgarstjóri geti örugglega staðfest það því að ef að þessar áhyggjur hefðu ekki verið til staðar upp á kjörtímabilsins þá hefði þetta örugglega ekki verið sett sem eitt af markmiðunum inn í samstarfssáttmála meirihlutans. En við verðum að treysta því að sú vinna sem fara af stað, að þar komi fram upplýsingar og tillögur úrbætur og það eigi sér stað hreinskiptun og opin umræða þar sem allt er sett upp á borðið. Það er allt og oft sem við erum að frétta af einhverjum vandamálum í skólum í gegnum einhver kommentakerfi eða þetta fer í fréttinnar. Stjórnendur virðist vera svolítið svona á eftir og þá tala ég bara okkur í borgarstjórn sem höfum yfir umsjón með þessum málum. Hérna inni er fólk sem hefur sinnt kennslu og getur örugglega staðfest að tekið einhver leyti undir þessi sjónarmið og já. En allar upplýsingar eru góðar til þess að fara og við þurfum að safna þeim. Ég ætla að vona að starfshópnum verði sett viðeigandi tímamörk, þó ég myndi vilja hafa mjög lönga því ég veit þetta er mikil vinna en við þurfum að bregðast frekar hratt við.
Þetta ekki bara sveitarfélagsins, þetta auðvitað ríkisins og það mjög miður að vil ég segja að með því að hafa aukið þetta nám í 5 ára nám að þá séum við að horfa fram á hruna á nýliðun í stéttinni. Og þetta bara staðreynd sem við verðum að horfast í augu við og það verður hreinlega að færa þetta niður aftur í 3 ára nám. Og ég geri alls ekki lítið og frekar geri ég mikið úr þeim kennurum sem kenndu mér sem voru ekki með svona langt nám á bakvið sig. Algjöru snillingar, margir hverjir. Þannig að snildin og kennsluhæfnin, þú færð hana ekki bara í gegnum bækur. Hún nefnilega miklu meiri í gegnum reynslu og læra þeim kennurum sem fyrir eru innleggi í kennarastarfi. En mér langaði bara að taka til málsina til þess að vekja athygli formanns skóla- og frístundaráðs á þeim hlutum og á þeirri bókun sem við í Framsókn og flugvallavinnu gerðum í ráðinu. Við styðjum þessa vinnu. Við teljum mjög mikilvægt að hún fari af stað sem fyrst og teljum hún hefði átt að fara af stað miklu fyrr. En umræðan óhóflegt vinnuálag versus laun það sem allar starfsstéttir glíma við og þessi þar ekki undanskilin. Þá hefur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég fagna því að þetta mál skuli fá tíma hér í borgarstjórn til umræðu, enda þetta eitt stærsta máli sem við borgarfulltrúar stöndum frammi fyrir við stjórnun borgarinnar. Og þetta ekki nýtt af nálinni. Þessi rannsókn sem vitnað í, hún frá 2011 og ég held að við höfum alveg verið að fara að gera okkur grein fyrir þessu vandamáli þá og það var örugglega varað við í fyrr. Og þetta eitt af þessum málum sem miklum tíma hefur verið varið í sjálfu sér að ræða í skóla og frístundaráði, bæði með grunnskólakennarana, einnig með leikskólakennara, svo dæmi sé tekið. Og þannig ég vil bara nefna það svo að formaður skóla- og frístundaráðs heyri, þá byrjaði vandamál alls ekki með honum, það var til staðar áður og það var rætt úrbætur en lítið hefur orðið úr beinum aðgerðum í sjálfu sér. Það verður að segjast eins og er. Þannig á fundinum þar sem var samþykktur að skipa starfshóp, þá studdum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við studdum að sjálfsögðu að þessi starfshóp yrði skipaður og skoða málið. En við nefndum það líka að þarna væri dæmi mál vandamál sem hefði verið viðvarandi árum saman og hefði verið skoðað frá ýmsum hliðum og nú verið að stofna enn eitt starfshópinn sem ætti að taka það. Mál sem er margoft áður búið að brjóta til mergjar. Þessum starfshópi fylgja allar góðar óskir, vonandi kemur hann auga á nýja leiðir sem aðrir hafa ekki komið auga á. En margt af því sem var nefnt hérna áðan og yrði vissulega til bóta, það í sjálfu sér hægt að byrja á því að tala það og reyna að hrinda í framkvæmd áður en slíkur starfshópur rýni málið í hálft ár eða hvað það nú verður. Og við erum alveg sammála með þetta vandamál er til staðar. Það auðvitað ekki þægileg staðreynd að svo margir 9.300 manns séu með starfsréttindi grunnskólakennara, innan við helmingur þeirra starfi samt sem slíkir og af þeim sem hefja störf þá fækki þeim 30% innan 7 ára. Á síðasta ári hafi brautskráðst 87 sem grunnskólakennarar en þyrfti að vera 200 til að svara þeim þörfum sem við þurfum að fullnægja. Og allt eru þetta staðreyndir sem hafa verið legið fyrir og ýmislegt sem var hérna var nefnt áður, það yrði til bóta.
eins og til dæmis þetta með lengingu námsins. Það að lengja námið á sínu tíma úr 3 árum í 5, það þýddi mikla lengingu og aukinn kostnað. Ég er ekki viss að það hafi skilað sér í samsvarandi gæðaaukningu í náminu. Ég er ekki viss það. Ég held að það verði ágætt að það er rannsakað. Við sjáum það að þetta er mikil aukningu 3 árum í 5 og við þurfum bara að skoða það hvort að það hefur sambærileg gæðaaukning orðið í þessu námi. En það er þetta mikið umhugsunarefni fyrir okkur sem yfirvöld skólamála í borginni, líka sem vinnuveitanda, að það gangi erfiðlega að finna fólk sem er til að fara í þessi störf og líka okkur skuli ekki haldast betur á fólki en þetta. Og þetta á ekki bara við grunnskólakennarana, það er líka mikið áhyggjuefni varðandi leikskólakennarana, þó að það séu ekki alveg sömu tölur. Þegar það var nefnt hérna áðan að menn byggist ekki í því að launin eru hækkuð mjög mikið. Ég held að það sé að taka undir það, en samt, þrátt fyrir að það hafi verið bent að við séum með eitt dýrasta grunnskólakerfi í heimi, það er það óumdeilanlega, þá eru launin ekki með þeim bestu í heimi. Það var athyglisvert viðtal í Fréttablaðinu í gær, viðtal við fjóra grunnskólakennara hér í borginni, þar sem við fjallaðum þeirra mál svona í víðu samhengi og kjarasamningana, og það er leggja áherslu á það í þessu viðtali að launahækkunin hafi ekki verið nógu mikil. Alveg ljóst að kennarar urðu fyrir vonbrigðum, og ég vil kannski nefna það varðandi kjarasamningana að við höfum alveg gert okkur grein fyrir því borgarfulltrúarnir að þetta er að miklum eða stórum hluta til launamál, og við höfum kannski haldið í þá von að þegar það yrði gengið frá kjarasamningunum þá yrðu þeir svo góðir, eða þeir væri svo jákvæðir frá sjónarhóli kennara, að það eitt og sér myndi gera þá ánægða og auka aðsókn í þetta starf og svo framvegis. En það hefur ekki gerst, og þrátt fyrir að borgin og sveitarfélögin teldu sig leggja töluvert mikið í þessa samninga, þá gerist það ekki. Og maður áttar sig ekki alveg á því hve mikla launahækkun kennarar hefðu þurft til þess að vera ánægðir með sinn hlut. En þá í því sambandi þá heldur við þurfum að hafa í huga að við erum með mjög marga starfandi í þessu skólakerfi. Við erum með marga starfandi í borgarkerfinu. Starfsmönnum, ef maður horfir svolítið svona frá áratugi til áratugar, þá hefur starfsmönnum borgarinnar fjölgað mjög mikið, og við erum að sinna margvíslegri þjónustu sem kannski væri hægt að koma fyrir með öðrum hætti. Fyrirspurn sem við Sjálfstæðismenn gerðum þessi mál fyrir, ég held ég, 2-3 árum, hún leiddi í ljós á þeim tíma að leiddi í ljós að frá því að borgin tók við rekstri grunnskólanna árið 1997, þá hafði starfsmönnum skóla fjölgað 42% á þessum árum, sem voru allir hafi gerð á 15-16 ár frá því að borgin tók við skólunum, en nemendunum í borgin hafði eins og ekkert fjölgað. Nemendunum hafði ekki fjölgað neitt, starfsmönnum hafði fjölgað 42%, og þarna voru starfsmenn frístundaheimila ekki með taldir, rétt að hafa það í huga. Og við þurfum bara átt okkur á þessari tölu. Auðvitað þetta færa rök fyrir því hvað við fjölgaði í skólunum, en ég fullyrði þó að enginn sá það fyrir árið 1997 þegar við tókum við skólunum að það yrði slík fjölgun. Það sá það enginn fyrir. Ég held að borgin tók ekki við skólunum á þeim grundvelli að við ætluðum að fjölga starfsmönnum í skólunum 42%. Ef við hefðum séð þessa þróun fyrir, þá einhver hefði spáð okkur þessu, þá held ég að við hefðum hugleitt hvort að við myndum reyna að koma málum þannig fyrir að fjölgun starfsmannaskóla yrði minni, en við hefðum þá í staðinn meira svigrúm til þess að borga þessum starfsmönnum hærri laun. Það segir sig sjálft að það er erfitt
að vera með ákveðið kerfi í rekstri og fjölga stöðugt starfsmönnum í kerfinu á þess að rauninni kúnnunum eða þjónustuþegunum fjölgi og vera stöðugt að bæta kjörin og minnstakosti bæta því umfram aðra stéttir. Það er ekki auðvilt, er ekki að segja þessi útilokað. Ég held að það sé mikilvægt að horfa á ákveðnar kerfisbreytingar í skólastarfi. Það er líka annað atriði sem nefnt, margir kennarar nefna við mann þegar maður heimsækir skóla borgarinnar. Ég tek fram, ég hef heimsótt alla grunnskóla og leikskóla í Reykjavík og talað við kennari í þeim öllum um þessi mál og skólastjóra. Og maður fær mjög gjarnan ábendingar um það að borgarstjórn sé sem stjórnvald og skólafrístundaráð að innleiða hverja stefnuna á fætur annarri sem séu sjálfur sér með metnaðarfullar, en það sé ekki peningar til að framfylgja þeim. Skóli án aðgreiningar, sú stefna sem er þetta mjög góð og metnaðarfull í sjálfur sér, hún er held ég oftast nefnd þegar maður ræðir þessi mál við kennara að það er innleidd mjög flott stefna og oft í samráði við hina þessi aðila og eins og sumir segja stefnumótun sem er algjörlega heimsmæli hvarða, en síðan fylgir ekki fé. Og endanum kannski bara spurningin svo að féð er ekki til staðar í borgarsjóði og þá er okkar starfsmönnum gert að smyrja þynnra og þynnra sem er auðvitað ekki gott. Þannig að ef maður reynir að svona horfa á þetta allt saman í heildinni, þá hér kannski mjög stóran stjórnunarvanda að ræða. Stjórnunarvanda sem við að glíma rauninni á flestum, ef ekki öllum stigum kerfisins. Þessi stjórnunarvandi, hann er hér í borgarstjórn sem stefnumótunaraðili. Við kannski hugsaum ekki nógu langt þegar við samþykkjum hverja metnaðarfullu stefnuna á fætur annarri, hvernig þessari stefnu verður síðan framfylgt út í sjálfu kerfinu, hvaða kostnað hún hefur þar í för með sér og rauninni bara hvaða kostnað hún ætti að hafa í för með sér og hvaða afleiðingar það hefur þegar við erum með metnaðarfullu stefnu sem við sendum út í borgina, en sendum síðan ekki samsvarandi fjármagn til að fylgja þessari metnaðarfullu stefnu eftir. Það er stjórnunarvandi í sjálfu sér sem gengur síðan niður allan stigann, en það er ýmis annar stjórnunarvandi sem ég hygg að við eigum við að stríða og það er margt af því, kannski ekki allt margt af því, á sér einhverjar rætur í kannski of miðstýrðu umhverfi, of miðstýrðum kjarasamningum. Við sjáum að þessu viðtali sem ég vitna til í Fréttablaðinu í gær, þar er talað við unga kennara og þeir benda á meðal annars að mestu hækkanirnar í þessum kjarasamningum eru hjá eldri kennurum. Þeir sem eru eldri í lífaldri en minna hjá hennum yngri. Og það er auðvitað bagalegt þegar verið er að reyna að fá nýja kennarinn í stéttina, benda kennararnir á. Það er auðvitað mjög viðkvæmt að ræða kjaramál kennara og erfitt að gera það kannski í borgarstjórn, svo vel sé. En þarna er vitnað í kennari þessi frétt sem birtist í gær. Og þetta verð ég að segja, þetta heyri ég mjög víða í skólunum þegar maður tala við unga kennara sem kvarta yfir hlutskipti sínu og lágum launum. Þeir benda á það að kjaranefndirnar eru yfirleitt skipaðar kennurum sem hafa ákveðið að gera þetta kennsluna að ævistarfi, gera hann ævistarfi. Þess vegna er ekkert óeðlilegt að á löngum tíma þá sé kjarasamningsgerðin sveigð í þá átt að hún sé góð fyrir þá sem gera kennsluna að ævistarfi en síðri fyrir hinna. Og það er kannski ástæðan fyrir því að fólk sem kemur fullt áhuga inn í kennslu finnst það rauninni fá kaldar kveðjur þegar það fær launaseðilinn sinn, vegna þess að það er á því skeiði í lífinu sem það er með mjög háa greiðslubyrði. Það er kannski það nýkomið á námi, það er við námslán á bakinu, það er að eignast börn, það er að reyna að kaupa sér húsnæði eða leigja húsnæði sem jafnvel enn vera. Það er mikil greiðslubyrði og launin eru lág og á þessu skeiði lífsins sem margir
sem vinna í öðrum kerfum, til dæmis á einkamarkaðnum, þar sem þetta einhvern veginn jafnara, þess sem fólk þar jafnilega hærri launum. Og þetta mjög erfitt við að eiga, en ég held að borgin verði með einhverjum hætti að ávarpa þetta vandamál í kjarasamningsgerðinni núna í framtíðinni og hreinlega reyna að gera það árennilegra fyrir ungt fólk að fara inn í kennarastéttina og sjá til þess að allir kennarar geti haft það nokkuð gott, sama hvort í nýbyrjarstarfi eða orðið eldri. Ég hef líka talað við eldri kennara sem segja við mann að það að vera kennari, það sé spurningum að þreyja þorrann og góuna, það sé spurningunum það að sætta sig við lág laun fyrstu 10-15 árin þegar þeir eru í starfi og mikla kennslu, en þá fari þetta nú svona að lagast, þá fari þetta að lagast og þannig sé kennsluskyldan að minnka og launin að hækka. Ég held að þetta gerist út á löngum tíma. Ég held að við séum kannski smá svona súpaseyðið af þessari stefnu sem hefur verið tekin í kjarasamningsgerðinni, þetta bara í gegnum harða samninga, en við hljótum sem borgarstjórn og stjórnvald og vinnuveitandi, við hljótum að þurfum að ræða það hispurslaust hvað áhrif þetta hefur til langs tíma. Nú, síðan mér finnst það líka umhugsunarefni þegar maður heimsækir skólana og taka fram að þetta bara eitt af skemmtilegasta sem ég geri í mínu starfi og ræða það við fólk starfi sem það góða starf sem þar fer fram. Og í flestum skólana myndi ég segja að sé góður andi og það bara keppast allir að gera sitt besta. En þó, það þýðir ekki að neita því að sums staðar verður maður var við það að andinn ekki góður. Það eru jafnvel uppi vandamál það er lélegur andi, það eru jafnvel uppi vandamál í viðkomandi skóla. Þetta fær maður bara fregnir eftir ýmsum leiðum. Og þá finnst mér skorta á að okkar stjórnendur hafi bara hreinlega tæki til stjórnunar, og þá er ég bæði við að tæki til umbunar og líka til að taka á vandamálunum þegar þau koma upp. Þetta margir þekkja það sem inn á einkamarkaðnum að þegar þeir leggja sig allan fram, þá fá þeir með einhverjum hætti umbun, og svo auðvitað ef það er líka tekið á fólki er þarf. En mér sýnist að og það er bara almennt viðurkennt í stjórnun að vinnuveitendur verða að hafa tækið til stjórnunar. Mér sýnist svona að smám saman, þetta er ekkert sem hefur verið að gerast neitt á einu ári eða 5 árum eða neitt þannig. Mér sýnist að smám saman þá verði þau tæki sem skólastjórarnir okkar og fræðslustjórinn okkar og svo skólastjórarnir okkar og aðstoðarskólastjórar sem þeir hafa til stjórnunar, þessi tæki vinnuveitandans, mér sýnist að þessi tæki séu smám saman að verða deigari og deigari. Þeir hafa með öðrum orðum ekki sömu tæki og þeir höfðu áður og kannski skipti þá mestu máli umbunin. Ég hef hins vegar grunn það að í sjálfstætt reknum skólum, og það er kannski auðveldari samanburðurinn í leikskólanum heldur en grunnskólanum vegna þess að við erum með 20 leikskóla sem eru einkareknir eða sjálfstætt reknir, að þar að minnst í ekkurinn þeirra, þar kannski að því þar sé ekki sama miðstýring, það takist betur að beita þessum tækjum, ekki síst í umbuninni, að umbuna þeim starfsmönnum sem standa sig vel og sem hefur þetta hvetjandi áhrif á alla hina. Og ég heyri það frá skólastjórum í borgarkerfinu að þeir sakna þess oft að hafa stundum haft áður en sakna þess oft að hafa ekki slík tæki til umbunar. Svo verður líka að koma fram að því okkur vantar pening í skólakerfið. Við þurfum á rauninni yfirstjórnin líka að skoða betur hvernig við getum nýtt fjármunina betur, því eins og ég segi, þegar við horfum á þetta í heild sinni þá erum við ekkert dýrasta skólakerfi í heimi og það þarf að beita árangursmælingum meira í skólunum. Ég tek fram að við erum ýmsar árangursmælingar sem eru ágætari, við mættum nota meira í okkur rekstri.
Ég nefni líka bara þennan lið eins og húsnæðið, innri leiguna sem kannski sá liður sem fer þetta mest í taugarnar ef maður tekur svona eitt atriði sem fer í taugarnar á stjórnendum í borginni, þá það kannski innri leiga. Vegna þess að það bendir margt til þess að Reykjavíkurborg sé að borga miklu hærri innri leigu heldur en nágrannasveitarfélögin okkar eða bara sambærileg sveitarfélög á Norðurlöndum. Það bendir margt til þess og að það sé verið að setja allt of mikið í húsnæðiskostnaðinn. Ef við næðum fram sparnaði þar, þá myndi myndast svigrúm til að setja meiri peninga inn í sjálfa reksturinn, til dæmis til þess að umbuna góðum kennurum. Og þetta er auðvitað atriði sem það er að líta til í þessari vinnu. Og að koma upp stjórntækjum, hvort sem þau eru fjárhagsleg eða bara rauninni eða stjórnuleg, til þess að gera okkar starfsfólk ánægðara með vinnustæðin og það mun skila sér í meira hvetjandi vinnuumhverfi. Og í því tilviki þurfum við ekki síst að líta til útlanda. Það var formaður skólafræðslunáms talaði Kanada hérna áðan og við fórum saman á ráðstefnu til Kanada þar sem við hittum marga skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Og mér fannst merkilegt að heyra frá þeim að mér fannst hjá þessu góða skólafólk sem þar var, þá fannst mér kannski rekstrarhugsunin vera kannski ofar heldur hún hjá okkur og líka þessi hugsunin mikilvægi þess að hafa fjármuni til þess að umbuna góðum starfsmönnum þannig að þeir standi sig betur, verði ánægðari í starfi og allt þetta með þá leiða auðvitað til þess að fleiri sækjast eftir þessum störfum. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Nei, grín. Það er Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Afsakið þetta. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst þetta nú svo rosalega mikilvæg og stór umræða. Mér langaði aðeins að koma inn í hana og velta upp svona einhverjum þáttum í þessu. Ég hef náttúrulega lengi komið að þessum málum og þá ekki síst samningamálunum. Þó ég hafi aldrei verið sjálfur í samninganefndunum sem slíkum og þá auðvitað er það þannig að stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga er í rauninni launanefnd sveitarfélaga því að á sínum tíma var tekið það skref að leggja niður sjálfstæða og sérstaka launanefnd. Þannig að öll svona stefnumótunin fer fram inn í stjórninni og auðvitað margt af því sem við erum að ræða sem að snýra að launaþættinum sem slíkum. En þegar að samanburður er gerður á launum starfsstétta, kennara þar á meðal, og þá er ekkert svo langt á milli háskólamenntaðra stétta. Og þegar að gerðar eru kannanir eða rannsóknir á starfsánægju og slíkum þáttum, þá er launaþátturinn ekki í fyrsta sæti. Oft er hann í 3., stundum í 4. og stundum í 5. Það er eitthvað í kerfinu sem er ekki að laða kennara að. Og ef við skoðum til dæmis síðustu OECD-talis rannsóknir sem ég veit til dæmis viðhorf til kennarastarfsins, þá er það þannig á Íslandi að Ísland sker sig svolítið úr þar þegar að spurt er hvort að kennarar séu sammála eða ósammála því að kennarastarfi sé mikils metið í þjóðfélaginu. Það eru einungis 18% íslenskra kennara sem telja að sé mikils metið í þjóðfélaginu. Í taliskönnuninni í OECD-löndunum þá er þetta yfir 30%, yfir 31%. Það er gríðarlegur munur þarna á. Hins vegar kemur fram í þessari taliskönnun að yfir 90% kennara almennt eru sammála því að kostur þess að vera kennari sé mun meir en ókosturinn. En við erum
við erum að sjá fram á gríðarlega alvarlega hluti ef að þessi yfirvofandi kennaraskortur verður að veruleika. Það þarf ekki að endurtaka það sem hér hefur verið sagt að helmingu þeirra sem eru með leyfisbréf starfa við kennslu. Ég hef talið allan tíman síðan árið 2012 þegar ný lög tóku gildi kennaramenntun, þegar var ákveðið að fara í 5 ára nám í staðinn fyrir 3 ára, sem ég taldi vera ansi bratt skref og myndi hafa þau áhrif að fólki fyndist þessi 2 viðbótar ár að til dæmis að launin stæði ekki undir þeim. Að minnsta kosti hefur umsóknir í kennaranám, alveg sama hvort að það er við menntavísindasvið Háskólans eða á Akureyri, það hefur minnkað mjög mikið, alveg umtalsvert. Og eitt af því sem að hljótum að skoða í tengsli við þetta er það auðvitað hvort að það er hægt að fara aftur í 3 ára námið og þá séu 2 árin til viðbótar þá starfsnám. Danir lentu í gríðarlegum vandræðum með þetta, þannig að árinu 2002 þá var farið í kerfi þar sem er kallað meritlerere. Og það er þá fólk sem er þá með aðra menntun en kennaramenntuna sem getur þá á 3 árum eða 3,5 í mjög sveigjanlegu námi sem er skipulagt út frá hverjum einum einstakling náð sér í þessi réttindi. Þannig að eftir 1 ár í námi í meritlerere þá getur tekið námið eftir það með starfi, með hlutastarfi eða einhverju slíku. Við þurfum að skoða öll þessi mál. Við sjáum að meðalaldurinn hann er að hækka all rosalega í kennarastéttinni. Hann hefur hækkað rúm 4 ár síðustu 15 árin. Það er talsvert brottfall meðal ungra kennara. Körlum í hópi grunnskólakennara fer jafnt og þétt fækkandi. Og umræða laun og kjaramálin og starfsaðstæður kennara er frekar neikvæð. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon ræddi aðeins hérna launaþáttinn og einmitt það hvernig kennarar hafa miðað við það að þreyja þorrann og góuna til þess að komast í kennsluafsláttinn. En það hefur nú einmitt verið markmið undanfarna samninga að reyna einmitt að fletja aðeins út þessa línu. Það er að segja að ungir kennarar, fólk sem er að byrja, að það hafi betri byrjunarlaun en var og þetta sé svona jafnara, eiginlega líkara því sem að gengur og gerist í launasetningu leikskólakennarastéttarinnar. Þannig að þessi neikvæða umræða laun og kjaramál og starfsaðstæður kennara og það að vera kennari, hvernig getum við unnið á því í sameiningu? Og ég man það að eftir langa kennaraverkfalli á sínum tíma þá var unnin hér skýrsla hjá menntasviði borgarinnar og hún var til umræðu meðal annars á fjármálaráðstefnu 2006 og þar setti ég fram þá tillögu til grunnskólakennara að við myndum vinna sameiginlega framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfi. Það var reynda gert. Það var unnin það sem kallað er sameiginleg framtíðarsýn fyrir grunnskólastarfi 2007 til 2020 og að þeirri vinnu komu mjög margir. Kom kennarastéttin, komu fulltrúar sveitarfélagana og ýmsir fagaðilar. Þetta plagg til, þetta var samþykkt plagg af okkar hálfu, en það hefur kannski ekki mikið verið unnið með það og kannski er það orðið úrelt, ég kann ekki leggja mat á það í dag. En þetta var þá allan að það sem mér fannst svo mikilvægt við þetta var það að þetta var þá allan að sameiginleg vinna okkar það hvernig við sæjum grunnskólastarfið þróast til 2020. Þannig að það að sitja af stað vinnuhóp hér hjá borginni, langstærsta sveitarfélaginu, til þess að fara yfir þessi mál er auðvitað gríðarlega mikilvægt og vonandi mun sá hópur vinna hratt og vel. Og við þurfum með einhverjum hætti að skoða það hvernig við getum bara hreinlega náð tökum á þessu. Vegna þess að þetta er fleira heldur en bara, eins og ég sagði hér upphaf, heldur en bara launasetningin og launin. Það er svo margt annað sem að virðist vera sem að við hljótum einhvern veginn í góðu samstarfi við kennara, hljótum einhvern veginn að geta náð tökum á.
Og það að ef að Reykjavíkurborg kemur út úr þessari vinnu með einhverja góða tillögur, að þá auðvitað nýtist það öðrum, það er ég alveg sannfærður um. Þó að auðvitað aðstæðan sé mismunandi á milli sveitarfélaga, að þá samt sem áður þá er þetta víðast hvar nánast allstaðar ákveðin vandamál. Þannig að ég fagna þessari umræðu hér í borgarstjórn þessi mál og hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessari vinnu. Þá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Magnús Már Magnússon, borgarfulltrúi. Með meiru. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar, sömuleiðis að þakka fyrir þessa fínu umræðu og mikilvæga umræðu og sömuleiðis þessa tillögu sem skóla- og frístundaráð samþykkti í síðustu viku og það að þau ætla líka að taka sambærilega tillögu fyrir sem snýr að leikskólastiginu. Síðasti ræðumaður, Halldór Halldórsson, sömuleiðis með gott innlegg sem svona undirstrikar að þetta er svona mál sem þarf að vinnast í sátt allra. Þetta er ekki minnihluta meirihlutamál og óháð staðsetningu á landinu og svo framvegis. Þetta er bara hann kaldi raunveruleiki og þetta er staðreynd sem við blasir við mjög lengi að meðal starfsaldur kennara hækkar og hækkar og það er óháð því á hvaða skólastig horft er, hvort sem það eru framhaldsskólar eða grunn- og leikskólakennarar. Margt hér áhugavert komið fram, svona meðal annars vangaveltur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir velti fyrir sig hvort við ætlum að halda áfram að starfa samkvæmt hugmyndafræðinni um skólan aðgreiningar. Ég heyrði ekki betur en orðamenn og hún var jafnvel að tala fyrir því að við myndum víkja af þeirri leið. Ég þeirra skoðunar að við að halda okkur á þessari braut sem var mörkuð fyrir alllöngu, eins með styttingu kennaranámsins sem hún kom inn á og velti upp og hefur svo sem alltaf verið svona hluti af umræðinu aðdragandi þess að kennaranámi var lengt og var frestað og tók svo gildi þann 2011. Skildi hana sömuleiðis þannig að hún vildi fara tilbaka hvað það varðar. Sú umræða átti sér langan aðdraganda að lengja kennaranámið og meðal annars að horfa til hvernig þessum málum háttað erlendis, reynsla Finna, hvernig þeir tókust á við sína efnahagsörðugleika og breytingar á menntakerfinu meðal annars í kjölfarið, að lengja fæðingarorlofið. Það er mér ofarlega í huga alla daga, en ég er nú að tala um kennaranám hér. Sömuleiðis var hluti af umræðinu þegar kennaranámið var lengt samanburður með OECD-ríkin. Rök sem tínd voru til voru meðal annars að með bættu og lengingu kennaranáms myndum við sjá bættan árangur í alþjóðlegum könnunum, lengja námið og auka gæði, en svo þetta held ég að sé gott að taka einmitt heilbrigt svona stöðu tékka á því og hluta vinnunni sem við erum þá ít úr vör og í samstarfi við fagfólk innan borgarkerfisins og í háskólasamfélaginu og í ríkinu að meðal annars að ræða þann hlut sem hér hefur þetta með lengd námsins, en frá því er ekki hægt að horfa fram hjá því að aðsókn í kennaranám hefur dregist saman. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi hér og fleiri borgarfulltrúar hafa nefnt launin, en Kjartan Magnússon nefndi sömuleiðis árangursmælingar, svigrúm stjórnenda til umbunna og fleira. Ég held að sé vert að skoða þetta. Borgarfulltrúi Skúli Helgason talaði um námsstyrki, heilsueflingu, samgöngustyrki og annað. Eitthvað var nú búið að gera varðandi námsstyrkina. Stytting vinnuvikuna nefndi sömuleiðis borgarfulltrúi Skúli Helgason. Það er klárlega eitthvað sem mátti skoða þessu samhengi. Við erum á móta tillögum að fá einn af starfsstöðum skóla- og frístundasviðs inn í það verkefni frá með næstu mánaðamótum
jafnvel að þeir verði 2 síðar í vetur. Það mjög jákvætt að fá þá mælingu og fá starfsstaði skóla- og frístundasviðs inn í verkefnið, meðal annars bara því að ef við sjáum einhverja framtíð fyrir okkur í því verkefni að þá þurfum við að ná inn í skólana, skólakerfi okkar, þetta er stór hluti af okkar starfsstöðum og starfsmannafjölda starfar þar. En þetta verður kynnt betur þegar nær dregur og ég held að verði jafnvel ágætt að við myndum taka umræðum verkefni einhvern tímann á fljótlega hér í borgarstjórn. En það vissulega sláandi að nærri 5.000 manns á landinu öllu eru með kennararéttindi en starfa ekki við kennslu og að nærri 1/3 ungra kennara hverfi frá kennslu innan 5 ára frá því hefji störf. Brottfallið þar mikið eins og næstu í sambarlegt brottfalli nema úr framhaldsskólum. Okkur vantar fleiri karla inn í kerfin. Hækkandi aldur eins og það vandamál. Þar sem við blasir skortur eftir fáein ár. Það margt annað sem var að tína hérna til sem snýr og launamálum var eitt sem hér var rætt áðan, starfsaðstaðan og húsnæði væri annað, en stuðningur við nýja kennara og kannski alla kennara. Ég hef velt þessu fyrir mér frá því að ég var sjálfur í kennslufræði námi þar sem ég starfaði nokkur ár sem framhaldsskólakennari. Stuðningur við kennara og stuðningur við nýja kennara. Það reyndist mér mikið átak að hefja störf sem kennari í framhaldsskóla. Ég ætla ekki að segja að það sé erfiðasta sem ég hef gert, en það var fjári erfiður vetur og sérstaklega fyrri hluti skólaársins. Það var svo margt sem nýtt og maður þarf að aðlagast, og ég ekkert að segja að þetta sé eitthvað öðruvísi með mörg önnur störf, en þarna svo margt sem þarf að huga af þegar í kennslu komið, og ég velti því fyrir mér og það nú svo sem við rættum það áður og ég gerði meðal annars þegar ég var í mínu námi þessu umræðu hvort að fyrsta ár kennara, hvort sem hann að kenna í framhaldsskóla, leikskóla eða grunnskóla, eigi að vera hálfgert kandidatsár, þar sem tekin svona, væru kannski svolítið að horfa til eins og heilbrigðiskerfið funkar og læknar, að þú sért raunar í vettvangsnámi og fáir þá að kynnast starfinu með öðrum hætti. Það langgaglegasti hluti námsins þessi tengslu við vettvangin vettvangsnám, þar sem þú ert inn í skóla, þar sem þú ert inn í kennslustund, þar sem þú fylgist með kennara að störfum, þar sem þú fylgist með nemendum í samskiptum sínum við kennara og svo framvegis, og svo að spreyta sig sjálfur í því hlutverki. Stuðningur við nýja kennara, ég held að sé að skorti þetta utanumhald sem gæti hugsanlega fengist með þessari leið. Ég veit ekkert hvort þetta sé raunhæft og að fara þessari leiðin, en það væri spennandi að skoða hana. Það sem við værum að stuðla því að fólk brenni ekki út strax. Mentor eða samskipti við reyndari aðila úr greininni, annarkvort innan skólans eða utan skólans. Ég held að það væri mjög heillavænlegt að koma því í fastar skorður, að það sem nýr kennari eða nýjir kennarar ættu aðgang að slíkri reynslu. Þar getur spjallið hjálpað mjög, þar sem þú ert ekki bara í tjatti inn á kennarastofu, með formlegra hætti. Annað sem ég velt fyrir mér og hvort að kennari, sérstaklega kannski á fyrsta ári, hvort hann ætti að vera með kennsluafslátt eins og tíðkaðist hér, og einhverjir enn með kennsluafslátt, því sem eldri eru núgildandi kerfum eða skólastigum, hvort að það eiga við kennar sem að kenna á fyrsta ári, að hann fái í raun og veru úr örlítið minni verkefnum úr að ráða, að sé
feiki nóg fyrir hann að allt sem því fylgir að hefja störf sem kennari. Svona önnur leið sem gæti komið unni gegn svona bruna strax í upphafi starfsferils, að menn brenni út í starfi, og það er það sem gerist og við sjáum þetta hversu stórt hlutfall kennara hættir eftir nokkur ár í kennslu og skiptir þá ekkert engu hvort að viðkomandi sé komið beint úr skóla eða hvort að viðkomandi hafi unnið einhver önnur störf í millitíðinni. Starfeindar rannsóknir væri áhugavert að skoða og forma frekar, ég veit ekki hvort það geti kannski verið ein leið, þar sem þú ert að rýna í eigin störf. Þetta er alþekkt leið í aðferð í kennslu að þú sért að rýna og pæla í sjálfum þessi kennara út frá að taka fyrir ákvæmna svona þætti hugsanlega bara í stuttan afmarkaðan tíma, stundum í lengri tíma. Þetta er mikið notað, víða notað, en það er svona með ólíkum hætti hvernig þetta er gert. Þetta er þá hópur kennara sem tekur sig saman, hugsanlega á frumkvæði skólastjórnenda, þar sem er hvetja að búa til einhvers konar aðstæður fyrir áhugasama kennara að rýna í eigin kennslu, þar sem samtali við aðra kennara skiptir svo miklu máli. Það getur verið undir handleiðslu aðila utan úr bæ. Þetta tíðkast í ýmsu grunnskólum og framhaldsskólum veit ég, og gæti mitt komið svona elt áhugan. Skiptir gríðarlega miklu máli að kennari geti verið svona sífellt á tánum og starfsþróun eigi sér stað og það sé svigrúm til þess. Og ég veit að sumir stjórnendur hafa, og þá er ég fyrst og fremst að horfa til framhaldsskólann, ég þekki ekki hvernig því er háttað nákvæmlega með grunnskóla, en ég gerir ráðverði með svipuðum hætti að það er þá þetta nurla einhverjum peningum til og borga þeim sem áhuga hafa að taka þátt í slíkri vinnu. Ég er eins og áður sagði mjög glaður með þessa samþykkt í ráðinu og hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessu, af því að það er, verkefni er gríðarlega mikilvægt og ég held að það sé bara neyðarástand sem blasir við okkur eftir ekkert allt mörg ár og ekki þá bara hér í Reykjavík heldur í öðru sveitarfélögum og þetta á eins með framhaldsskólastigi. Takk fyrir mig. Þá hefur Magnús Már Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur og síðastur mælendaskrá er Skúli Helgason borgarfulltrúi. Já, hún Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi ætlaði að koma upp í andsvar. Fyrirgefðu. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum Magnús Guðmundssyni fyrir að koma hérna upp og einmitt hann hefur reynslu af kennslu og mjög gott að fá það innlegg hérna upp í umræðuna hjá okkur. Hann svona lagði í orð mín varðandi að ég var að tala fyrir skóla án aðgreiningar. Bara það sé skýrt, ég er ekki að gera það en ég er aftur á móti að tala fyrir því að þessi stefna sem núna er orðin 10 ára gömul og við erum búin að hafa innleitt í okkar skólakerfi síðan 2006-07 að í þeirri vinnu sem skóla- og frístundaráð og frístundaráð er að fara í að það verði fenginn þessi vinkil inn á málið og það meðal það er það er sóknaráætlun rannsókn sem gerð var hjá Sambandi sveitarfélaga og grunnskóla á einmitt viðhorf til hugmyndafræðinnar á bak við skólann og aðgreiningar. Þær tölur sem þar eru komnar, þær eru þegar orðnar 4 ára gamlar af því það kemur 2012 og þá voru líka bara 6 ár liðin, 5-6 ár frá því að stefnan tók gildi. Við höfum alltaf talað fyrir því og teljum mögulegt að endurskoða mannréttindastefnur og endurskoða innkaupastefnur og alls konar stefnur hjá borginni
og ég held að þetta sé bara ein umræða sem við eigum að vera óhrædd við að taka og skoða öllum til hagsbóta með mannréttindi og heiðarleika og gegnsæi að leiðarljósi. Og síðan var það varðandi námslengdina, hvort ég vildi snúa tilbaka. Ég tel allavega, þú veist, að nýliðunin sýna okkur það að það eitthvað, líklegast þetta atriði sem að stendur í fólki að fara í 5 ára háskólanám til þess að komast á þennan stað að fara kennari. Hugmyndin sem borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kom inn með hérna áðan að það væri þá önnur starfstétt í skólanum líka vel til þess fær. En ég treysti því og trúi að sú vinna sem við erum að leggja af stað með skili því að þessi svör liggi fyrir hjá okkur. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir þessa góðu umræðu sem hér hefur farið fram þetta málefni, nýliðunar þörfina í kennarastéttinni. Nokkur atriði sem ég vildi koma inn á og bregðast við í umræðunni sem hér hefur farið fram. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir nefndi í byrjun á sínu máli af hverju fer þessi vinna af stað fyrst núna, og ég vildi í því samhengi aðeins minna á það að eitt af því sem að þessi meirihluti beitti sér mjög fyrir og reyndar það að gera svona það bil sem að gengi þetta í kosninga 2014 var einmitt að sveitarfélögin mundu stíga mjög myndarlegt skref í þá átt að hækka laun kennara, bæði í leikskólum og grunnskólum, og ég held að það skref hafi verið mjög myndarlegt eins og Halldór Halldórsson kom inn á, að þá hafi þar náðst veruleg leiðrétting eða mönnum að tekist að brúa verulega það bil sem að var á milli kennara annars vegar og annarra háskólamentara með sambærilega menntun. Margoft komið fram að grunnlaun á ársgrundvelli hækkuðu 30% af meðaltali og þá mest fyrir þá sem að seldu svokallaðan kennsluafslátt. Mikil fjárfesting af hálfu sveitarfélaganna hleypur á milljörðum nettó fjárfestingin sem að Reykjavíkurborg setti í þessa samninga. En ég held að sagan eftir hreiturnar af þessum samningum sýna okkur að launin ein og sér, þau eru ekki einhvers konar silfurkúla sem að leysir allan vandann. Því að það hefur ekki tekist að uppræta, þá það mismunandi skoðanaskipti, þann ágreining sem að verið hefur í röðum kennara ágæti kjarasamningana og þá umræðu sem hefur margt verið neikvæð í garð þessara samninga út all land. Nú, auðvitað skipta launin máli, en það fleira sem skiptir máli og við höfum svo sem orðað það á fyrri stigum í samtölum okkar við kennaraforystuna hvort við ættum að setja svona vinnu í formlegan farveg. Það hefur ekki endilega verið undirtektir á þeim tímapunkti við það, en ég held að við séum komin á þann stað að séu allir tilbúnir að fara í þessa vinnu á þessum formerkjum. Veikindi kennara kom fram í máli Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur sömuleiðis og það hárrétt að þau eru meiri í opinbera geiranum en á almenna vinnumarkaðnum og það sérstakt rannsóknarefni sem ég held að við þurfum að nálgast með jákvæðum formerkjum í gegnum aðferðafræði heilsueflingar og jákvæðra vinnustaðamenningar. Við þurfum að rýna þessa stöðu hjá borginni og fá fast land undir fótum skýringar á því af hverju langtímaveikindi og skammtímaveikindi eru þetta mikil. Þetta mjög háar upphæðir sem að liggja þarna bara á þessu sviði sem að hér undir, skóla- og frístundasviði, rúmur milljarður á hverju ári sem að sviði þarf að verja í afleysingar út af veikindum og hvert skref sem við náum að stíga þarna til þess að draga úr þessum fjarvistum að það getur losað mjög fjármagn sem að við getum þá nýtt í skólastarfið sjálft. Kjartan Magnússon, ég vildi bregðast við því og kannski andmæla því að það sé eðlilegt að hlaupa til og fara aftur í 3 ára námið. Ég vek athygli á því að Finnar telja eitt af því mikilvægasta sem að gerðist í þeirra menntakerfi var einmitt þetta skref að taka upp kennaranám á meistarastigi. En auðvitað eigum við að tala opinskátt kosti og galla núverandi fyrirkomulags og velta fyrir okkur öðrum leiðum til hliðar við þessa meginlínu sem að 5 ára námið hefur skapað.
Kjartan Magnússon talaði hér að þetta væri ekki ný rannsókn, hún væri frá 2011, það er reyndar ekki rétt. Þetta er ný rannsókn en hún er langtímarannsókn. Þannig verið að fylgja útskriftarnemum frá 2011 og skoða hver hafa verið orðið afdrif þeirra og eins og fram hefur komið í umræðunni. Einn af meginniðurstöðunum að mjög margir í þessum hópi hafa hætt störfum innan fárra ára. Líka leiðrétta það sem kom fram í máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa að þessi kjarasamningar hafi leitt til þess að mestu hækkanirnar hafi verið hjá eldri kennurunum. Það var reyndar þveröfugt. Í þessum samningu var verið að afnema aldursþrep launatöflunar þannig að ungir kennarar fóru beint í efsta þrepið og byrjunarlaun þeirra hækkuðu því verulega. Og í þeim hópi voru líka mjög margir sem einmitt seldu kennsluafsláttinn og fengu því alla þessa hækkun sem ég nefndi áðan. Tek undir margt í því sem kom fram í máli Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa varðandi OECD og TALIS kannanir viðhorf til kennara starfsins. Þetta er hárrétt og áberandi að viðhorf íslenskra kennara til starfsins eru með öðrum hætti og mjög margir sem að telja að kennarastarfi sé ekki nægilega vel metið í samfélaginu. Og síðan vil ég taka undir það sem kom fram í máli borgarfulltrúa Magnúsar Más Guðmundssonar mikilvægi þess, og það er eitt af því sem við þurfum að skoða inn á við, borgin. Hvernig getum við stutt betur við bakið á nýliðum í starfi, nýjum kennurum með skipulagðri handleiðslu. Þetta er klárlega atriði sem að við getum tekið upp á okkar vettvangi og stutt betur við bakið á þeim sem eru að koma inn í starfið. Skoða þar bestu fyrirmyndir sem við þekkjum bæði innanlands og utan og leggja þar áherslu einmitt á jafningar, samstarf og það er kennsluaðferðir sem að hafa einmitt samkvæmt rannsóknum skilað mestri starfsánægju. Þar hefur teymiskennslan sérstaklega verið dregin fram og þetta er þáttur sem að örugglega skiptir máli í því að halda okkar ungu og efnilegu kennurum í starfi. En ég vil að endingu þakka fyrir þessa umræðu, hún hefur verið góð og málefnaleg og mikilvægt að fulltrúar allra flokka samþykktu tillögin í skóla- og frístundaráði. Það setur okkur strax á góðan byrjunarrit í þessu verkefni og það sé full pólitísk samstaða mikilvægi þessa samstarf sem að núna fer í hönd. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu en við ræðu borgarfulltrúans ætlar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi að veita ansvar, að koma upp í ansvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég vil bara líka þakka fyrir þessa umræðu sem hefur verið mjög góð. Aðeins út af því sem Skúli Helgason, borgarfulltrúi og formaður skóla- og frístundaráðs kom inn á, ekki athugasemdir við í mínu máli, þetta bil sem væri á milli ungra og eldri kennara, sem sagt í starfsaldri. Þá er maður fullkunnugt það að þetta er eitt af því sem menn hafa reynt að takast á við, ekki bara í kjarasamningunum á þessu ári, heldur líka bara í eldri kjarasamningum. En þetta hefur hins vegar ekki tekist að öllu leyti tel ég og það er kannski erfitt að ræða þessi mál að hafa launatöflurnar fyrir fram að sig. En þetta er einmitt eitt af því sem yngri kennarar kvarta yfir núna. Ég hef heyrt í mörgum ungum kennurum út af þessum kjarasamningum og það olli mér vonbrigðum eins og held ég bara flestum borgarfulltrúum að þeir skyldu vera felldir. En þá heyrir maður einmitt frá ungum kennurunum að þeim fannst alls ekki nóg að gert til að jafna þennan mun milli þeirra sem eru ungir og þeirra sem hafa mikinn starfsaldur á baki. Og kannski til að staðfesta þetta þá er þessi frétt sem birtist í fréttablaðinu í gær eða viðtal við 4 unga kennara sem hafa verið valdir sennilega með tilliti til þess að þeir tóku allir þátt í því að fella hafna samningnum og þeir benda á, og hér er bara haft orðrétt eftir einu þeirra: mér sýndist svolítið að mestu hækkanirnar í þessum kjarasamningum væri hjá eldri kennurum, þeim sem væru eldri í lífaldri, minna hjá yngri, sem er bagalegt þegar verið er að reyna að fá nýja kennarinn í stéttina. Þetta er bara mjög svipað og ég hef heyrt frá mörgum ungum kennurum. Það hefur reynt að leiðrétta þetta, ég held að það hafi ekki tekist. En mér fannst borgarfulltrúinn tala svolítið eins og þetta hefði verið gert og það þarf rétt að sýna fram að það og hafi það verið gert þá hefur það augljóslega mistekist að kynna það þá með réttum hætti fyrir ungum kennurunum
eins og kemur vel fram í þessu viðtali. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og umræðum telst lokið. Við göngum þá til næsta liðar á dagskrá sem er umræða húsnæðisuppbyggingu